Það er 4. liður, það er vindmyllur í Þykkvabæ. Það er aðalskipulagsbreyting. Aðeins að gera athugasemd þarna við að það þarf væntanlega að laga þarna til eitthvað. Já, Ég er búin að gera Það var einmitt að setja væri. En það er vegna breytingar á aðalskipulagi var gagnvart landnotkun norðan Þykkvabæjar. Það er lagt til að sveitarstjórn staðfesti niðurstöðu skipulagsnefndar. Það er 5. liður, Þykkvibær. Stendur þarna Þykkvabær og ekki að vera Þykkvibær. Jú, þetta er frá skipulags- og byggingafulltrúa. Já, það er ekki betra að Ég er búin að laga það. laga það. Vindmyllur, deiliskipulag. Og það er deiliskipulag iðnaðarsvæði norðan þéttbýlis við Þykkvabæ á sama svæði og aðalskipulagsbreytingin. Það er lagt til að sveitarstjórn staðfesti niðurstöðu skipulagsnefndar. Það er 7. liður, Hallstún, vestan Landvegar, breytinga aðalskipulagi. Það er lagt til að sveitarstjórn staðfesti niðurstöðu skipulagsnefndar. Það er 7. liður, Hallstún, það er deiliskipulag. Og það er lagt til að sveitarstjórn staðfesti niðurstöðu skipulagsnefndar. Það er 8. liður, Melbær, í landi Hallstúns, deiliskipulag. Það er lagt til að sveitarstjórn staðfesti niðurstöðu skipulagsnefndar. 9. liður, minnkun vatnsverndarsvæðis við Keldur á Rangárvöllum. Og það er lagt til að sveitarstjórn staðfesti niðurstöðu skipulagsnefndar. 10. liður, Álfastífurlandi, Haukadals, deiliskipulag. Og það er lagt til að sveitarstjórn staðfesti niðurstöðu skipulagsnefndar. 11. liður, Smávirkjun við Laufafell. Og það er lagt til að sveitarstjórn staðfesti niðurstöðu skipulagsnefndar. 12. liður, það er Hægi, lóð úr landi Haga, það er deiliskipulag. Það er lagt til að sveitarstjórn staðfesti niðurstöðu skipulagsnefndar. Og það er 13. liður, Malartekja í Ytri Rangá. Og það er lagt til að sveitarstjórn staðfesti niðurstöðu skipulagsnefndar. Það er engin hvassi ljós, þannig að ég geng þó út frá því að þetta sé allt samhljóða staðfest. Nú þá er að liður 2.2 sem er fundur atvinnu- og menningarmálanefndar frá 21. október í 5 liðum. Orðið laust. Ég hafa kveðið sér engin hljóðs. Það er þarna, ég veit athygli á öðrum lið sem að nefndin er að álykta að hún telji að fyrirtæki og einstaklingar veiti ekki nú athygli eða nýti ekki þá möguleika sem standa til boða varðandi fjármögnun verkefni. Og ég vil svona bara taka undir það og það eru núna ekki margar umsóknir á okkar svæði og ef að fólk veit einhverja sem að fást við eða eru með í huga og undirbúa eða spá í einhver góð verkefni, þá er sjálfsagt að hvetja til þess að fólk sæki á styrki sem að kunna vera í boði. Meðal annars á vegum SAS eða atvinnuþróunardeildar SAS. Nú það er vakin athygli í 3. lið á landsmótinu og það er eiginlega sama. Það má mjög gjarnan ýta undir það að ef að einhverjir gætu haft tækifæri til að nýta sér þennan stóra atburð til einhvers konar atvinnusköpunar, þá hvet ég alla til að ýta undir það eða vera hvetjandi
Nú, síðan, já, bara Magnús Þjórsson. hérna í 15. liðnum var að tala um frumkvöðlasetur. Já. Hérna, hver staðan að því? Eitthvað búið að gerast með þróunin af því? Ekki svo ég viti til, en Drífa Þjórsson. Það hefur ekki verið haldinn fundur í stjórn Suðurlandsvegar 1-3 ennþá til að fara yfir þetta, en það verður tekið fyrir á næsta stjórnarfundi. Takk fyrir það. En ég vildi nú svona aðeins að renna yfir því að það mér finnst vera mjög gott efni í þessari fundargerð að mörgu leyti og hérna ég vildi vekja athygli á því og hérna enginn hefur hvert sér ljós en þá ber ég þessa fundargerð upp til staðfestingar þeir sem geta staðfest hana gjörsamlega gefa merki og staðfest samhljóða